Fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar númer 693 haldinn í Bergi Hljómahöll þann 18. mars árið 2025 klukkan 17 hér settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Sverrir Bergmann Magnússon, Aðalheiður Hilmarsdóttir, Halldóra Björk Þorvaldsdóttir, Róbert Jóhann Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Valgerður Björk Pálsdóttir, Guðbergur Reynisson, Margrét Sandes, Helga Jóhanna Oddsdóttir, Margrét Þórarinsdóttir og í forsætishúsi sem hér stendur Guðný Birna Guðmundsdóttir. Einnig eru ég viðstödd Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og Íris Eysteinsdóttir ritari bæjarstjórnar. Á dagskrá bæjarstjórnar í dag eru 6 mál, fundargerð bæjarráðs frá 7. og 13. mars, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. mars, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 12. mars, fundargerð lýðheilsuráðs frá 13. mars, fundargerð velferðarráðs frá 13. mars og að lokum fundargerð menntaráðs frá 14. mars. Nú kæru bæjarfulltrúar, þá hefjum við okkar bæjarstjórnarfund og byrjum á fundargerðum bæjarráðs frá 7. og 13. mars og orðið er laust fundargerðina. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerðir bæjarráðs vinsamlega skifið þess merki og þau eru samþykkt hér með öllum greiddum atkvæðum. Þá tökum við hér fyrir annað mál á dagskrá fundarins, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. mars. En hér í byrjun eins og næstum ávallt í þessari fundargerð þá erum við með að þessu sinni bara 1 mál sem samþykkja þarf sérstaklega og það mál númer 4, breyting á deiliskipulagi Vogshóll Sjónarhóll sem hér opinn til umræðu. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs, þessi samþykkt geta mál númer 4 vinsamlega skifumerki og hér fæ ég öll greidd atkvæði. Nú orðið er laust fundargerðina öðru leyti, Margrét Þórarinsdóttir. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir lið 1 metanframleiðsla umsagnarbeiðni. Umhverfis- og skipulagsráð hefur samþykkt framkvæmd á metanólverksmiðju á Reykjanesi. Þrátt fyrir þessa ákvörðun eru ýmsar áhyggjur sem vert er að benda á áður en bæjarstjórn samþykkir fundargerðina. Reykjanesbær hefur upplifað áskoranir tengdar iðnaðarverkefnum eins og United Silicon í Helguvík sem olli íbúum óþægjendum vegna mengunar og rekstrarvandamála. Þessi reynsla undirstrikar mikilvægi þess að fara varlega á ný í verkefni og tryggja öll leyfi og eftirlit sé í lagi til að koma í veg fyrir svipaðar aðstæður. Swiss Green Gas International, SGGI hér eftir, lítið fyrirtæki með sterkar hluthafa og svissneska kolefnishlutleysi stefnan virðist vera hluti af ástæðu þess að þetta verkefni til umræðu hér. En þó að einkafélög, hlutafélög beri takmarkaða ábyrgð þurfum við að tryggja að raunverulegar ábyrgð sé til staðar. Við verðum að spyrja okkur, hvernig geta hluthafa tryggt stöðuleika? Getur sveitarfélagið sett skilmála í samninga til að verja sig? Við höfum áður séð verkefni sem fengur öll tilskilin leyfi en ollu samt skaða eins og ég nefndi hér áðan, United Silicon skýrasta dæmið. Það sem gerðist með þá verksmiðju skýr áminning afleiðinga þess að veita leyfi án nægilegrar ábyrgðar. Hún fekk öll tilskildin leyfi frá eftirlitsstofnun ríkisins en þegar í ljós kom að hún olli skaða var mjög erfitt að fá henni lokað og enn erfiðara að fá að fjarlægja hana. Enn stendur hún sem minnisvarði slæma ákvörðun og skort á ábyrgð. Þetta ástæðan fyrir því að við verðum að gera mikla kröfur til allra verksmiðja sem vilja starfa í okkar góða sveitarfélagi. Við getum ekki treyst því að eftirlitsaðilar munu tryggja allt fari eins og skyldi því reynslan segir okkur annað. Það voru líka fjársterkir aðilar sem stóðu á bak við United Silicon eins og lífeyrissjóðir og bankastofnanir. Fjárhagslegt bakland því engin trygging fyrir því að verkefni sé vel ígrundað eða að það gangi upp. Það skiptir ekki miklu máli hversu sterkir hlutar eru ef ábyrgðin ekki skýr og raunveruleg. Annað stórt áhyggjuefni skortur á rannsóknum á áhrifum í sjávarlífríki. Engar haldbærar rannsóknir liggja fyrir hvaða afleiðingar þetta gæti haft á lífríki við ströndina en þarna eru gjöful fiskimið. Þó að skýrslan viðurkenna ásýnd landsins muni skerðast, þá eru það aðeins ytri áhrif en hvað með þau sem sjást ekki? Með þessum fyrirvörum samþykkti umhverfis- og skipulagsráð verkefnið með skilyrðum að ásýnd lands yrði lágmörkuð og að
kröfur yrðu tryggðar. En orð á blaði duga ekki til. Við þurfum skýra ábyrgð. Nú spyr ég meirihlutann, Framsókn, Samfylkinguna og Beina leið, hvernig munum við tryggja að við sitjum ekki uppi með verksmiðju sem minnisvarðaði mistök rétt eins og United Silicon? Er þetta að skapa störf og raunverulegan ávinning eða erum við einfaldlega að taka áhættu sem getur orðið okkur dýrkeypt í framtíðinni? Við verðum að tryggja að ríkiseftirlitið vinni sína vinnu áður en við höldum áfram. Það er ekki of seint að bakka út ef það reynist nauðsynlegt. Við verðum að vanda okkur sem ein heild því annars getur þetta orðið dýrkeypt mistök. Við megum ekki brenna okkur aftur. Það er brýnt að sveitarfélagi setji stranga skilmála í samninga við SGKI og að eftirlitsstofnanir fylgist náið með framkvæmdinni til að tryggja áreiðanleika og vernda hagsmuna íbúa. Í ljósi þess að þá mun umbót sitja hjá við atkvæðagreiðslu málsins. Ég óska að þetta verði bókað. Takk fyrir. Róbert Jóhann Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og góði gestir, bæjarstjóri. Mér langar að þakka Margréti bara fyrir þessa fyrirspurn og að sjálfsögðu hræðasporin og við þurfum að passa okkur í öllu ferlinu að fara rétt að þessu. Við erum búin að fá þessa umhverfismatsskýrslu sem við erum búin að skoða, við erum búin að fá hana rýnda og við gerum bara ekki athugasemdir við niðurstöðu umhverfismatið á þessu stigi. Núna heldur við væntanlega verkefnið áfram og á öllum stigum þess getum við haft áhrif á verkefnið, spurninga og ég vil bara endurtaka Margrét bara kæra þakkir fyrir að vekja máls á þessu. Takk. Valgerður Björk Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestir. Bara takk fyrir góðar umræður og mér finnst bara mjög fínt að bæjarfulltrúi Margrét Þórarinsdóttir hafi kannski vakið athygli okkar hinna sem að sitjum ekki í öskraði á held ég þar síðasta bæjarstjórnarfundi og ég fór og las alla skýrsluna og bara svona það sátal eftir svipaðar spurningar og Margrét og umbót hafa komið með síðan þá. Það kannski svona helsta, og ég skil alveg mitt sammála á spori hræða, en það svona helsta sem að mér finnst allavega að vera ólíkt með kannski verkefninu í Helguvík að þetta innan auðlindagarðsins þar sem eru aðrar svipaðar verksmiðjur. Þetta mun vera í svona svipaðri hæð, þannig að þetta er ekki að standa einhvern veginn ein risastór verksmiðja sem við öll sjáum einhvern veginn úr Keflavík. Þannig að það er svona allavega varðandi það þó að ég taki alveg undir að það eru allavega svona eða svona ekki búið að rannsaka nú vel áhrifin á lífríkið sem ég tek alveg undir áhyggjur af því en allavega svona varðandi ef það er verið að miða við fyrrum verkefni í Helguvík þá svona hef ég ekki alveg jafn miklar áhyggjur af því að þetta er svona inn á skilgreindu svæði út á Reykjanesi í auðlindagarðinum. Þannig að það er svona allavega svona helsta sem ég vildi koma á framfæri. Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar bara eins og aðrir að þakka Margréti fyrir þessar athugasemdir og beiðni frekari svör, en líka benda Margrét á að ég er ekki alveg sammála því eða ég held að hún sé að misskilja, hér er ekki verið að veita leyfi eða samþykkja verksmiðjuna eða neitt slíkt, það er bara verið að veita umsögn umhverfismatið og það er langur vegur og margt sem á eftir að gera áður en að kemur að því að veita framkvæmdaleyfi eða reisa bygginguna. Þetta er bara ferli sem er að hefjast eða við erum mjög framarlega í og þetta er einungis umsögn umhverfismatið. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, já, mér langar nú bara að benda aðeins á hvað varðar turnana sem eiga að koma þarna. Þeir eru 25 metra háir. Þá
þannig að þeir eru gríðarlega háir, svona svo að það komi hér fram og sagt. En mér langar aðeins að fá að svara bæjarstjóra, Kjartanum og Kjartasinni, sko, við erum núna í fyrsta fasa. Fyrsti fasi er það að umhverfismatið er samþykkt. Næsti fasi er byggingar og framkvæmdaleyfi og þá koma teikningarnar og þá koma þessi 25 metra hái turnar. Við erum byrjuð, við erum búin að fá samþykkja umhverfismatið, þá er næsta skrefi byggingarleyfi. Í framhaldi af því, þegar það er komið, þá fáum við að sjá teikningarnar. Þannig að ég er að benda bara á það að við verðum að stíga fast til jarðar. Á seinni stigum, þá er ekki hægt að bakka út úr þessu verkefni. Þannig að ég bara benda á þessar áhyggjur sem að við höfum í umbót og ég vil að þið hugsið þetta vel. Við erum að samþykkja umhverfismatið, næst kemur byggingarleyfið og framkvæmdaleyfið. Þannig að, og hvernig getum við þá bakkað út úr þessu? Ef við erum komið með milljarða verkefni í hendurnar, ætlum við þá að bakka út? Það bara verður ekki hægt. Þannig ég vil bara að þið hugsið þetta, ígrundið þetta vel, hvaða verkefni við erum að segja já við, hver vegferðin verður. Af því að það verður ekkert aftur snúið. Við þurfum að tryggja okkur, við berum ábyrgðina, en hún þarf líka að vera skýr ábyrgðin frá fyrirtækinu. Takk fyrir. Kæra þakkir fyrir þetta. Orðið er hér ennþá laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Nú, forseti vill kannski aðeins koma hér upp undir einmitt máli 1 metanólframleiðsla umsagnarbeiðni og minna á það að þetta mál hefur nú farið til umsagnar í umhverfis- og skipulagsráð tvisvar. Við höfum fengið til okkar fulltrúa frá HS Orku til að heimsækja okkur til að fara yfir verkefnið, auk verkefna sem eru í gangi og eru fyrirhuguð í auðlindagarðinum. Auk þess fengum við að frumkvæði bæjarstjóra Bryndísi Skúladóttur, sérfræðing frá VFSO, ef forseti man rétt, til að fara yfir tæknilega atriði skýrslunar og skila okkur umsögn. Bæjarfulltrúi Margrét Þórarinsdóttir lagði auk þessi spurningar sem að bæjarstjóri svaraði á síðasta bæjarstjórnarfundi. Hér bókar umhverfis- og skipulagsráð að nægjanlega hafi verið gert grein fyrir þeim þáttum sem snúa Reykjanesbæ og ráði gerir ekki athugasemd við niðurstöðu umhverfismatsins sem var gert í kringum skýrsluna. Þess utan hnykkir ráðið í það að ef að framkvæmdinni verður, skal það sagt hér aftur, ef að framkvæmdinni verður, þá sé mikilvægt að minnka neikvæð áhrif ásýndar og tryggja að fyllstu umhverfiskröfum sé fylgt. Og kæru bæjarfulltrúar, eins og bæjarstjóri kom hér inn á áðan, þá liggur hér fyrir að við samþykjum umsögn umhverfismat, ekki verkefni í heild sinni, né byggingarleyfi þess, né framleiðsluleyfi eða neitt slíkt. Hér er bara umsögn umhverfismatið. Þannig að forseti getur gefið orðið laust hérna í blá lokin ef að fleiri vilja tjá sig þetta mál eða önnur mál. Svo er ekki, biður forseti því atkvæðagreiðslu fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. mars síðastliðnum. Og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum fyrir utan bæjarfulltrúa Margréti Þórarinsdóttur sem situr hjá í þessum fundalið en samþykkir á öðru leyti fundargerðina. Kæra þakka fyrir það. Nú, þá erum við hér komin að 3. máli fundargerðarinnar, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 12. mars síðastliðnum en orðið er laust þá fundargerð. Valgerður Björk Pálsdóttir. Virðulegi forseti, já, það er gaman að sitja í fagnefnd á vegum sveitarfélagsins og þess vegna vil ég bara renna aðeins yfir síðustu fundargerð hjá okkur í IT-ráði. Fyrsta málið fjallar Taekwondo-deild Keflavíkur en á fundin mættu Birgir Már Bragason, framkvæmdastjóri Keflavíkur og Atli Þorsteinsson, formaður Taekwondo-deildar Keflavíkur til að fylgja eftir erindi sem þau sendu okkur í IT-ráði bætta aðstöðu og kaup á og meira samt var fókusin hjá þeim á kaup á nauðsynlegum keppnisbúnaði en þeir lögðu til að það er fjárfest í því tilefni 25 ára afmæli deildarinnar sem verður síðar á árinu. Þetta er keppnisbúnaður sem iðkendur hjá Taekwondo-deildinni vantar til þess að geta keppt á alþjóðlegum mótum og IT-ráð tók jákvætt í erindi og fól íþrótta- og tómstundafulltrúa að vinna málið áfram.
Næst voru lagðir fram og samþykktir samningar við knattspyrnudeildir Keflavíkur og Njarðvíkur rekstur knattspyrnusvæða sumarið 2025. Síðan mættu fulltrúar frá Njarðvík á fundinn, Hámundur Örn Helgason, framkvæmdastjóri og Hjalti Már Brynjarsson, formaður knattspyrnudeildarinnar og fylgdu úr hlaði erindi sínu bætta aðstöðu deildarinnar við afreksbraut, en þar var lögð sérstök áhersla á að skipta út leikklukku á heimavelli félagsins, en hún orðin mjög gömul og virkar ekki lengur sem skildi og það á að reyna að finna út úr þessu fyrir sumarið. Samningur við skátafélagi Heiðabúa framkvæmd skátastarfs árinu 2025 var lagður fram og samþykktur. Að auki var lögð fram staðfesting frá Metatron að nýja gervigrasið í nettóhöllinni hafi fengið FIFA Quality Pro-vottun sem tryggir að grasið uppfylli alþjóðlega gæðastaðla fyrir knattspyrnuiðkun. Í lok fundarins fjölluðum við aðeins færanlegan kennslustofur og vildi ITR að koma því á framfæri að þegar stofur losna í sveitarfélaginu skuli tekið tillit til þarfa íþrótta- og tómstundastarfs í sveitarfélaginu enda mikil uppsöfnuð húsnæðis þörf á því sviði. Þá hefur lokið máli mínu. Kærar þakkir fyrir þetta. Orðið laust fundargerðina. Guðbergur Reynisson var sekúndu á undan. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Það er kannski ekki alveg liður í fundargerðinni sem ég kem undir en tengist því íþróttasvæði UMFN. Ég myndi vilja óska eftir því að bæjarfulltrúar fengju kynningu á hvernig staðan á þessari uppbyggingu íþróttamannvirkja fyrir ofan Reykjaneshöllina á þessari afreksbraut og jafnvel þá bara fyrir bæjarstjórnarfund, vonandi kannski fyrir næsta bæjarstjórnarfund og jafnvel þá yrðu boðaðir á þá kynningu allir hagaðalar sem formenn þessara félaga sem eru tengdir þessari uppbyggingu þannig að við getum öll á sama stað fengið upplýsingarnar hver staðan og hvernig tímalínan og hvar þetta statt. Takk fyrir það. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Þetta er mjög sérstök ástæða þess að ég stend upp hér. Það er að það er 25 ára afmæli taekwondo deildarinnar og þeir eru með beiðni ákveðna fjárveitingu eða stuðning. Það er ekki beint ástæða þess að ég kem upp, heldur ástæðan er sú að ég er greinilega gamla skólanum. Ég átta mig ekki alveg á og þetta er ekki beint að taekwondo-deildinni. Þetta er almennt að íþróttafélögum alls konar. Við erum komið með mjög fjölbreytilega íþróttafélög, við erum með fullt af tómstundastarfi hér og svo framvegis. Hérna er taekwondo að óska eftir stuðning vegna kaupa á keppniskerfi og það eru 7 milljónir. Og svo er ákveðin búnaðarlisti og það eru fjarstæringar og brynjur og hjálmar og sjónvörp og fartölvur og svo framvegis. Ástæðan fyrir að ég stend hérna upp er meira að sá sem sér þessi mál fyrir okkur og er ráðgjafi okkar í þessu er ekki öfundsverður í þessu máli. Hvar eru mörkin? Hvenær þurfum við að borga búninga bara á félögin? Það kostar gríðarlega mikið að keppa í boltaíþróttum eða eitthvað svoleiðis. Það þurfa keppnisbúninga. Fimleikabúningar eru mjög dýrir. Fimleikatæki núna eru kostuð af sveitarfélögum. Og kannski er þetta bara allt eðlileg þróun. Ég er ekki að segja það. En hvar eru mörkin? Mér finnst þetta bara einhver spurning sem við þurfum að spyrja okkur og hversu langt gengur sveitarfélagið á stuðningi, ekki bara af íþróttir, heldur við allt.
Og ég manneska sem búin að standa hérna upp og búin að vera þessi leiðilega sem segir, við verðum að auka stuðning í íþróttir. En hvar á stuðningurinn að vera, hvernig á hann að vera og hvar eru mörkin? Ég bara velt þessu fram því að þegar ég skoða þetta þá fannst mér mjög mikilvægt einmitt að koma þetta upp og vekja máls á þessu frekar heldur en að gagnrýna einhvern í þessu sambandi. Takk. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Virðulegi forseti, kannski að fara aðeins inn á það sem að hér hefur komið fram og líka svara aðeins því sem að kom fram í máli bæjarfulltrúa Guðbergs Reynissonar. Mér finnst mjög gott að það komið fram að fá kynningu á þeirri vinnu sem að hefur verið í gangi og stöðun á henni varðandi afreksbrautina. Eins og við munum væntanlega þá fólum við bæjarstjóra að vinna aðeins í málinu fyrir okkur í bæjarráði. Og sú vinna hefur staðið yfir og er svona á áætlun og við séum að fá niðurstöðu úr því og þá sé ég allavega fyrir mér að við munum taka málið svo áfram með slíkum fundi með bæjarfulltrúum. Þannig að við þurftum bara að átta okkur á líka bara stöðunni. Starfshópurinn hefur verið í gangi og nú að vænta von bráðar niðurstöðu. Varðandi það sem Margrét Sandes bæjarfulltrúi kemur inn á að þá finnst mér, ég tek að einhverju leyti undir það sem hér kemur fram og eins og kemur fram í fundargerðinni þá íþrótta- og tómstundafulltrúa falið að vinna áfram í málinu og það sem við höfum kannski gert og erum að gera tengist starfshópnum sem eru að vinna á afreksbrautinni sem á að hýsa bæði fimleika, einhvers konar mögulegt sameiginlegt svæði knattspyrnudeilda út frá skýrslunni sem við fengum en líka þær íþróttagreinar sem eru í víkjandi húsnæði, þá snýst það líka allt að reyna að auka tekjumöguleika deildana. Og ég held að það sé kannski líka lykillinn af þessu upp á að deildirnar geti líka orðið sjálfbærar og geti aflað sér tekna til þess að kaupa líka bara þennan búnað af því að ég alveg viss að deildirnar vilja vera sjálfbærar og vilja alveg örugglega ekki þurfa að óska alltaf eftir slíkum stuðningi. En það verður bara áhugavert að sjá hvað kemur út úr vinnu íþrótta- og tómstundafulltrúa og ég veit að það voru umræður á fundinum að skipta þessum einhverjum hætti að afla styrkja og eitthvað slíkt. Þannig að ég tek undir þetta og ítreka að við viljum skapa rými þar sem deildirnar geta afla sér sinna eigin tekna. Já, kæru bæjarfulltrúar, bara góðar umræður um íþróttir og hvernig þær eru að þróast og auðvitað vinnum við þétt að því og vil minnast þess líka undir síðustu fjárhagsáætlanagerð þá reyndum við að biðja góða forgangsflokkun í mikilvægi verkefna sem við fengum vissulega en eins og við vitum öll fjármagn okkar að skornum skammti og þurfum við því að forgangsa eins og ávallt. Nú kannski rétt í lokinu vill forseti koma hér undir máli 6, nýtt gervigras í Nettóhöll. Við fögnum því að vera komið nýtt gervigras inn í höllin okkar en hitt gamla var komið til ára sinna. Það heldur ekki verra að grasið votta FIFA Quality Pro og óskar forseti fótboltafólkin okkar til hamingju með þetta nýja fallega gras sem allir voru svo sammála að fá. En þá ber ég hér fundagerðina upp til samþykktar þeir sem samþykki þetta fundagerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 12. mars við skefum merki og hér fær forseti allar hendur og loft. Kæra þakki fyrir það. Nú þá erum við hér komin að fjórða máli á dagskrá bæjarstjórnar fundagerð lýðheilsuráðs frá 13. mars. Díana Hilmarsdóttir hefur beðið hér orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestur. Ég kem hér upp undir fundagerð lýðheilsuráðs frá 13. mars síðastliðnum og mig langar að fara aðeins yfir fundagerðina. Mál 1 kynning á nýrri lágþröskuldaþjónustu fyrir ungmenni 13 til 18 ára. Ég sagði frá þessu verkefni á bæjarstjórnarfundi 8. febrúar síðastliðinn og ég fékk þann heiður ásamt Ólafi Berg frístundaráðgjafa og Sölu Rún aðstoðarforstöðumanni 488 ársins
að kynna þessa þjónustu fyrir ráðinu á fundinum. Þjónustan er ókeypis og aðgengileg ungmennum á aldrinum 13 til 18 ára í Reykjanesbæ og það var nafnasamkeppni í gangi sem nú er lokið. Það komið mörg góð nöfn inn, þannig að núna tekum við það vandasama verkefni að velja nafnið. Þjónustan hefst 2. apríl næstkomandi og erum við virkilega spennt fyrir þessu góða og þarfa verkefni til þess að geta stutt sem best við ungmennin okkar. Lýðheilsuráð fagnar þessu framtaki og telur afar mikilvægt að bæta á stuðningi við börn og ungmenni í Reykjanesbæ í anda þess sem ungmennaráð Reykjanesbæjar hefur kallað eftir, sem er núna að verða veruleika. Og ég ætla að leyfa mér að segja að þetta hefði ekki tekist án elju, hugsjónar og framtakssemi þeirra aðila sem hafa komið að þessu verkefni og mér langar að þakka þeim frá mínum innstu hjartarótum. Undir máli 2 sem er staða ungmenna í Reykjanesbæ, þá komu Ólafur Bergur frístundaráðgjafi og Svalarún aðstoðarforstöðumaður Fjörheima 88 hússins. En ráðið vildi fá að heyra frá þeim sem er að vinna náið með ungmennum utan skóla stöðu ungmenna í Reykjanesbæ. Og niðurstöður Íslensku æskulýðsrannsóknarinnar og könnun frá rannsókn og greiningu fyrir 8. og 10. bekk sýna að hópurinn er ekki endilega að stækka hlutfallslega fram yfir íbúafjölda, en hann er að þyngjast, þannig að vandamálin sem ungmennin í hópnum er að glíma við eru erfiðar en fyrir 10 árum síðan. Og það má meðal annars rekja það til tíðaranda samfélagsmiðla hverju sinni og það er erfiðar að bregðast við tíðarandanum þar sem hann breytist ört og er mismunandi eftir skólum og bekkjum. Ungmenni í dag er að mótast eftir skilaboðum og hugmyndum frá áhrifavöldum í stað þess að mótast eftir jafningjum og vinum eins og allar rannsóknir og kenningar segja til að eðlilegt sé á þessu þroskaskeiði sem að segja okkur líka hve mikla ábyrgð áhrifavaldar hafa á ungmennin okkar. Sjálfsmynd stúlkna fer dvínandi á meðan strákar sína öfgafulla andfélagslega hegðun gagnvart starfsfólki, hvor öðrum og jafningjum sem kemur þá líka inn á ábyrgð okkar foreldra að ræða við börnin okkar og vera góða fyrirmyndir. Staða ungmenna heilt yfir er betri 2024 en 2023 en þau ár eru mælanlega verstu ár síðan 2012 og 2018 og andleg líðan tók það bil 10% dýfu 2021 til 2022 en jókst svo lítillega 23 og 24 sem ég tel að megi rekja til COVID að einhverju leyti. Ekki hafa verið hærri tölur á ölvun undanfarið síðan árið 2012 og ýmislegt sem bendir til að við grípum ekki inn í að við gætum verið á leið í stormasamt tímabil. Þátttaka í tómstundum er á niðurleið heilt yfir landið ef horft er yfir 10 ára tímabil. Fjörheimar og 88 húsi sinna forvörnum og fræðslu til ungmenna og bjóða upp á margvíslega tómstundir og er mjög mikilvægur hlekkur fyrir ungmenni í samfélaginu okkar. Mikilvægt er að halda áfram að styðja við þá framtíðarsýn sem að Fjörheimar setja fram varðandi stofnun og tómstundamiðstöð Reykjanesbæjar og áframhaldandi þróun á vettvangi frítímans. Þá er sérstaklega mikilvægt að halda áfram að fjölga félagsmiðstöðum í skóla Reykjanesbæjar og það er mikilvægt að til verði faglegu og miðlægu punktur sem allar okkar stofnanir sem starfa á þessum vettvangi geti treyst á. Mál 3 er fundargerð samtakahópsins sem er þverfaglegu forvarnarhópur í Reykjanesbæ og það var foreldrafræðsla skjánotkun barna 10. til 13. febrúar síðastliðinn þar sem foreldrar barna í 1. til 4. bekk í öllum grunnskólum í Reykjanesbæ fengu fræðslu skjánotkun barna og eftir fræðsluna þá unnu foreldrar bekkjasáttmála skjánotkun barnanna. Og markmið fræðsluna var að foreldrar og forsjáraðalar væru upplýstir áhrif skjánotkunar. Þeir fái tækifæri til að setja skýr markmið og að þeir vinni saman að jákvæðu og heilbrigðu umhverfi fyrir börnin sín. Og framtíðarsýn samtakahópsins er að gera þetta af árlegum viðburði og fræðslu vel gengur og jafnvel að útvíkka fræðsluna til barna í 5. til 7. bekk. Mál 4 er uppgjör hvatagreiðslna eldri borgara árið 2024 en það voru 486 eldri borgara sem nýttu sér hvatagreiðslur í fyrra sem er gjörsamlega frábært og það er að ræða eldri borgara á mjög breiðu aldursbili, allt frá 67 ára upp í 92 ára og gera aðri betur. Svo er mál 5 sem er Mottumars 2025 og Lýðheilsuráð er að skipuleggja viðburð í tengslum við Mottumars sem er árlegt átak í baráttunni gegn krabbameini hjá körlum í samstarfi við Krabbameinsfélag Suðurnesja. Og það er áætlað að viðburðurinn verði haldinn 5. 27. mars næstkomandi í Vatnaveröld. Hann var einnig þar í fyrra. Og viðburðurinn verður auglýstur þegar nær dregur og ég hvet fólk til þess að mæta, kaupa sokka og annan varning til styrktar sem og vöfflur og kaffi hjá ráðinu.
Og mál 6 er vitundarvakningin góða skólaskemmtun og það er vitundarvakningarverkefni í samvinnu við lögreglu og tengilið félags- og forvarnamála á Suðurnesjum þar sem að meginmarkmið er að stuðla að öruggum og ánægjulegum skemmtunum fyrir alla með áherslu á samstöðu gegn hvers kyns ofbeldi á viðburðum tengdum skólum og auka þekkingu samstarfsaðila hvernig hægt er að fyrirbyggja neikvæð atvik og draga úr áhættu tengdri viðburðum. Einnig hefur verið unnið að því að móta skýrt ferli við neyðaratvikum og tryggja stuðning við þolendur. Búin hafa verið til plögg og auglýsingar fyrir foreldra, skóla og nemendafélög og var Hafþóri Barða Birgissyni íþrótta- og tómstundafulltrúa falið að koma upplýsingum á þá máli varðar. Og svo að lokum þá er það mál 7 sem er lífshlaupi 2025 en ráðið vill þakka íbúum og starfsfólki Reykjanesbæjar fyrir þátttöku sína í lífslaupinu í ár. Takk. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Já, virðulegi forseti, mér langar bara örstutt að koma hérna inn á mál sem að bæjarfulltrúi Díana Hilmarsdóttir fór hér listilega vel yfir, sem að er 4. mál, sem var uppgjör hvatagreiðslna eldra fólks á árinu 2024. Og ég held að það hafi verið svakalegt, svo ég noti það orð, gæfuspor fyrir okkur að ákveða þarna á sínu tíma að gera örlitla breytingar á því fyrirkomulagi. Janusarverkefni sem var hérna hjá okkur var stórkostlegt og er stórkostlegt og við höfðum, ég man bara eftir umræðunum hérna á sínu tíma, við höfðum verulegar áhyggjur af því að við myndum hætta styrkja eitt verkefni og fara í það að gefa svona, að hafa hvatagreiðslur í boði fyrir stærri hóp. En við sjáum það þarna að áhyggjurnar okkar voru kannski óþarfar af því að eftir því sem ég best veit í bréfi sem ég sá að voru send til okkar þegar Janusarverkefnið við tókum ákvörðun að halda því ekki áfram, þá var talað um það að frá árinu 2017 til 2023 hafi 600 manns farið í gegnum það verkefni í sveitarfélaginu. Og núna á einu ári erum við með tæplega 500 mann sem hafa notið hvatagreiðslna. Og það er bara ótrúlega skemmtilegt að sjá. Þetta er auðvitað fjölbreytt hreyfing sem eldra fólk er að stunda og ég sjálfa bara síðast í sporthúsinu í morgun þar sem ég sá stóran hóp af eldra fólki sem var greinilega með plönin sín að taka lyftingaprógrammið. Við vitum að þetta er svo ótrúlega félagslegt. En bara það að sjá að á 6 árum þá gátum við styrt 600 manns og núna á einu ári þá eru 500 tæplega sem að hafa notið og þetta var líka, þetta er bara rétt að byrja þannig að ég vissum að það verði meiri svona vitund það að þetta stendur til boða þannig að það verður gaman að fylgjast með þróuninni í framhaldinu og mér langar bara sérstaklega að þakka íþrótt- og tómstundafulltrúa fyrir að halda vel utan þessi mál. Helga Jóhanna Oddsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek undir með bæjarfulltrúa Halldóru Fríðu að það er ánægjulegt að sjá viðbrögð og notkun hvatagreiðslna. Ég velti því fyrir mér hvernig við erum að mæla árangurinn. Það er eitt að, eins og við þekkjum öll, kaupa sér kort í ræktina og mæta svo bara ekki neitt. Man líður nú yfirleitt ansi vel með það svona framan af. Þannig að það væri ánægjulegt að heyra hvernig er virkni þessa hóps sem er að nýta sér hvatagreiðslurnar. Er mælanleg aukning á virkninni eða er hún jafnvel bara lítil sem engin? Takk. Orðið er laust, kæru bæjarfulltrúar. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, mér finnst þetta verulega áhugavert það sem að bæjarfulltrúi Helga Jóhanna kom inn á og við þurfum einmitt að hugsa það hvernig við mælum þetta af því að það er alveg sannarlega mælanlegt með einhverju móti.
Þannig að við þurfum alveg örugglega að horfa til eins og lýðheilsuvísana, að sjá hvort að þetta svona okkar aðferð í þessu hafi til dæmis mælanleg áhrif á líðan og þáttöku, félagslega þáttöku eldra fólks í samfélaginu. Og svo er ég alveg vissum að ef við beinum því til okkar ágæta íþrótt- og tómstundafulltrúa, það eru örugglega ýmsar leiðir til þess að mæla þetta og ég tek bara undir það, það verður mjög áhugavert að fylgjast með því. Já, kæru bæjarfulltrúar, þetta er mjög áhugaverð umræða og gleðilegt að meiri hluti bæjarstjórnar hafi tekið þessi ákvörðun á sínum tíma. Ekki það, hér var mikil ánægja með heilsuefling Janusar í mörg ár, enda styrktum við það minni forseti allra lengst allra sveitarfélaga með frábæra þjónustu, en við sáum aftur fram fyrir það, eins og hefur komið hér fram, að þetta var þéttur hópur fárra, biðlisti var kominn og við þurftum að hugsa upp á nýtt hvernig við getum opnað faðminn fyrir fleiri. Þannig að miðað við það sem að forseti lasi til hér fyrir í dag, þá vorum við með, þegar Janus heilsuefling var upp á sitt stærsta, 120 einstaklinga á ári, en nú erum við að nálgast 500, sem er tæp 400% aukning milli ára. Þannig að við erum heldur betur að opna faðminn fyrir eldri borgara, og auðvitað eigum við að vera með eftirfylgni og sjá hvort að fólk sé að mæta í golf eða sund og sjá hvernig þeim líður með þetta, og það er eitthvað sem er auðvitað hægt að gera. Samt sem áður, þá erum við hér að auka úrræðin, við erum að auka heldur betur fjöldan, og ástæðan fyrir að við erum að gera þetta, því að auðvitað kostar þetta, og þetta má alveg vekja athygli að við erum búin að eyða núna 17 milljónum í þetta verkefni bara í fyrra, og auðvitað er það eitthvað sem við getum rætt, en forvarnir í einhvers konar andlega, líkamlega heilsu, fólk getur líka að fara á föndunámskeið ef vill, þetta er bara, það þarf að rækta sinn anda, hún hefur sýnt sig í öllum rannsóknum að hún hefur góð áhrif til lengdar. Og þarna fyrir þennan aldurshóp erum við þá að forða í lengri lög að þetta fólk fari inn á hjúkrunarheimili og annað slíkt. Þannig að þetta er vissulega til lengri tíma þess virði. Þannig að forseti vil hér þakka fyrir þetta verkefni. Okkar íþrótta- og tómstundafulltrúi staðið sig mjög vel í þessu, og það vekur mikla gleði hvað þetta hefur gengið vel. Þannig að við erum að gera góða hluti í þessum aldurshópi líka. En fundargerðin er opin hér í blá lokin íþrótta- og tómstundamál. Helga Jóhanna Oddsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég get ekki annað en tekið undir aftur og ítreka bara fyrirspurn mína eða áherslu með gleði að þegar við fáum mælingu, og það væri svo gaman að sjá hvort þetta sé í raun og vera, því nú skráir fólk sig fyrir hvatagreiðslunum og við höfum allar upplýsingar, að það væri áhugavert að kasta fram könnun á þennan hóp og sjá bara svart á hvítu hvað þetta er að nýtast best og hvaða áhrif þetta er að hafa, og það væri þá hægt að taka þess vegna ákvörðun að gera ennþá betur en að byggja það á gögnum fyrst að við eigum nú hægur heima tökin eins og maður segir. Takk. Heldur betur frábær hugmynd. Við gerum betur, og það er aftur mjög gleðilegt að sjá að nýtnin var betur en við þorðum að vona, miðað við fjárhæðina sem við settum í þetta sem fór meira þess að umfram það á ári 1. Þannig að gera þeirri betur. Íþróttabærinn og allt það. En kæru bæjarfulltrúar, hér ber ég upp til samþykktar fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 13. mars, ef þið getur gefið forsetamerki, og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Afsakið lýðheilsuráðs. Hér kveikti enginn á villu dagsins. Nei. Heyrði, mín kæru, þá erum við komin hér að 5. mál á dagskránni. Það er fundargerð velferðarráðs frá 13. mars síðastliðnum og orðið er laust fundargerðina. Aðalheiður Hilmarsdóttir, gjörðu svo vel. Kæri forseti, bæjarstjóri og aðri bæjarfulltrúar.
Ég kem hér til að ræða mál nr. 1 í fundargerð velferðarráðs frá 13. mars, upplýsingar fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins 2024. Mig langar að tala hversu ánægjulegt það að sjá skýrsluna sem tekin hefur verið saman samvinnu á milli velferðarsviðs, MSS, HSS og Vinnumálastofnunar. Að þessu mikilvæga starfi sem á sér stað í því að gera notendum þjónustu Reykjanesbæjar sem eru á fjárhagsaðstoð virkari í að ná þeim markmiðum sem notendur leita eftir til að bæta lífsgæði sín. Með því að veita notendum tækifæri á að læra íslensku og þróa starfsfærni stuðlum við að betri samfélagsþátttöku og sjálfbærni. Þetta verkefni mikilvægt skref í átt að því að hjálpa þeim að verða sjálfstæðari og virkari þátttakendur í samfélaginu. Það að geta verið í virkni þegar viðkomandi á fjárhagsaðstoð skiptir gríðarlega miklu máli fyrir notandann. Þar sem viðkomandi fær hjálp við að læra íslensku og gera ferilskrá. Með þessu velferðarsvið að vinna að því að þeir sem á fjárhagsaðstoð geti öðlast betri líf fyrir sig og fjölskyldu sína. Hvort sem það í atvinnuleit, komast í virkni og eða í ferli varðandi heilsufar. Við höfum þegar séð jákvæð áhrif af þessu verkefni. Notendur þjónustunnar hafa sýnt framfæri í íslenskunámi og eru betur undirbúnir til að sækja störf. Það ekki aðeins bætt lífsgæði þeirra heldur einnig styrkt samfélagið okkar í heild. Ef 20 notendur fjárhagsaðstoðar Reykjanesbæjar komast á atvinnumarkaðinn, þá Reykjanesbær að minnka útborganir sínar 3.915.400 krónur miðað við að hver notandi fái greitt 195.770 krónur greiddar á mánuði sem fjárhagsaðstoðin. Þetta sýnir hversu mikilvægt þetta verkefni fyrir fjárhag sveitarfélagsins. Ég hvet bæjarstjórn til að halda áfram að styðja þetta verkefni og tryggja að notendur fái aðstoð sem þeir þurfa til að ná árangri með áframhaldandi samvinnu milli MSS, HSS, velferðarsvið og Vinnumálastofnunar. Getum við haldið áfram að skapa jákvæð áhrif og stuðla að sjálfbærni í samfélaginu. Takk fyrir. Kæra þakki fyrir þetta. Orðið laust. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Ég vil taka undir með Aðalheiði, bæjarfulltrúa Aðalheiði. Þetta mikilvægt verkefni. Ég hef oft talað tölulegar upplýsingar varðandi þetta og það hefur verið misskilið, en það eingöngu það ef að verið að rugla saman aðstoð við fólk vegna alþjóðlegrar verndar og svo annað. Þannig að það klárlega bæting og þegar að bæjarfulltrúi Aðalheiður var starfsmaður Reykjanesbæjar og við söknum hennar mikið, þá voru tölurnar örugglega enn betri. Hún kemur bara aftur. En ég legg áherslu hérna á og kem upp vegna annars máls hjá velferðarráði, félagslegt húsnæði, eignasafn, biðlisti og biðtími eftir úthlutun. Við erum með bókun og fyrirspurn. Mér líður svona eins og pírata á Alþingi, að það ekkert að gera hjá starfsfólkinu, þannig að við erum að kalla eftir upplýsingum. Þannig að ég biðst bara afsökunar á þessum upplýsingum sem ég að kalla eftir, að því ég veit að það ekki uppáhald starfsfólks. En það mikilvægt. Það mikilvægt vegna þess að við bæjarfulltrúar höfum verið að fá beiðnir fjölgun á félagsbústöðum. Ég kalli þetta félagsbústaði kannski vegna þess að þegar ég var að alast upp þá kölluðu þetta félagsbústaði, en það segja margir að þá ég að rugla við félagsbústaði Reykjavíkurborgar. En ég held að allir skilji mig. En við erum að tala fasteignir Reykjanesbæjar og óhagnaðardrifin félög þar sem að við erum að sinna þessum aðilum. Það eru örugglega allir hér inni í erfiðleikum
með að taka ákvarðanir þennan málaflokk vegna þess að allir vilja hafa enga biðlista, en ef þú ert ekki með neitt biðlista, hvað gerist þá? Ætla sum sveitarfélög að taka fleiri aðila sem að þurfa á félagslegu úrræði að halda heldur en önnur. Þetta er eins og margt, þetta þarf að vera svipað á milli sveitarfélaga. Við vitum að svo er öflust ekki í heildina litið, en við viljum sjá það þannig heilt yfir á Íslandi. Það er einhverjar spurningar þarna sem að herra Google gat svara fyrir mig, en mér finnst það mikilvægt í þessu samhengi og í þessari bókun og þessari beiðni að svörin komi með, þannig að það hjálpi okkur bæjarfulltrúum að taka betri ákvarðanir. Við erum lánsöm að við erum með bæjarfulltrúa, eða varabæjarfulltrúa, Aðalheiði hér. Hún er í stjórn fasteigna Reykjanesbæjar og þekkir hennar málaflokk mjög vel. En við erum í rauninni að tala að fá skriflega fyrirspurn, þannig að við getum síðan unnið með þetta áfram. En þetta er sem sagt bókun og fyrirspurn sem Sjálfstæðisflokkurinn er að leggja fram, og með leyfi forseta að þá les ég það hér yfir. Í fundargerð velferðarráðs kemur fram að ráðið hvetur til að fjölga verði minni íbúðum í eignasafni fasteigna Reykjanesbæjar. Sjálfstæðisflokkurinn óskar eftir upplýsingum eftirfarandi vegna þessarar hvatningar. Í fyrsta lagi, hvað eru margar félagslegar íbúðir í eigu og útleigu á vegum fasteigna Reykjanesbæjar? Ég ætla að stoppa þess hér. Ég aflaði herra Google og símtöl og fleira, það eru kringum 235, en mér finnst mikilvægt að fá algjörlega svar við þessum spurningum í heildarsamhenginu, bara þannig að þessi sagt. Þannig að heimavinnan var alveg unnin hér. Í öðru lagi, hvað eru margar íbúðir í Reykjanesbæ tilheyra öðrum óhagnaðardrifnum leigufélögum? Í þriðja lagi, hvernig er staðan, það er fjöldi íbúða í sambærilegum sveitarfélögum, það er Akureyri, Garðabæ, Hafnarfirði og Kópavogi, varðar óhagnaðardrifin leigufélög, ýmist í eigu sveitarfélagsins eða annarra félaga. Ég ætla að stoppa þess hér aftur, afsakið þetta. Ef að þið eru með aðrar hugmyndir, eigum við að skoða sveitarfélögin í kringum okkur, af því að er fólk að flytja hingað út af einhverju. Þetta er bara einhvað sem við getum velt upp, en ég var bara að hugsa 5 stærstu sveitarfélögum, mér finnst engin ástæða til þess að taka höfuðborgina. Það er allt öðruvísi staða þar, og ég er meira að hugsa þetta bara, hvernig erum við, hvað erum við að taka á móti mörgum, hvað er hlutfallið og eitthvað svona. Við erum að reyna átt okkur á umfanginu. Og síðan hér, svo ég haldi áfram með leyfi forseta, hversu lengi þarf einstaklingur að búa í Reykjanesbæ til að komast á biðlista eftir félagslegu húsnæði? Stoppa aftur. Í Reykjanesbæ það 12 mánuðir. Á einhverjum eins og sveitarfélögum það minna og í öðrum meira, og herra Google hjálpar mér ekki í öllu. Þannig að við skulum bara sjá hver niðurstaðan er, og þetta hjálpar okkur líka ef við viljum breyta eitthvað reglunum. Aftur með leyfi forseta. Hversu lengi þarf einstaklingur að búa á Akureyri, Garðabæ, Hafnarfirði og Kópavogi til að komast á biðlista eftir félagslegu húsnæði? 7. spurning, hversu algengar eru undanþágur á skilyrðum fyrir umsókn samkvæmt reglum Reykjanesbæjar, og hverjar eru ástæður fyrir helstu undanþágun? Og bara smá hérna, það er nefnilega tekið fram að hægt sé að veita undanþágur, og þá getur það verið jafnvel að þessu úthluta félagslegt húsnæði þegar að einstaklingar hafa búið jafnvel styttra, og það eru aðra reglur auðvitað þetta sem að eiga við. Og áfram, með leyfi forseta, afsakið þetta. Í reglum félagslegt leiguhúsnæði fasteigna Reykjanesbæjar segir að líta beri á leigu í félagslegu húsnæði sem tímabundna úrlausn húsnæðismála. Hver er meðal leigutími íbúða hjá fasteignum Reykjanesbæjar? Bara með leyfi forseta aftur, ekki bókun og ekki fyrirspurn. Ég vildi ekki setja starfsfólki í þá stöðu að fara að athuga þetta hjá öðrum. Ég held að þetta sé bara ágætt fyrir okkur, af því að við erum í reglunum að þetta er tímabundin úrlausn,
að það aðalega hvernig eru við að vinna með þetta. Og áfram held ég, og ég alveg að vera búin, 8. Hefur verið gerð úttekt á kostum og göllum þess að Reykjanesbær eigi félagslegar íbúðir og eða að önnur óhagnaðardrifin leigufélög sjáu það að hluta eða heild. Sjálfstæðisflokkur tekur undir með ráðinu mikið af þess að sveitarfélagið setji sér framtíðarsýn og markmið varðandi félagslegt húsnæði. Og undir þetta rita bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins Margrét Sandnes, Guðbjörgur Einarsson og Helga Jóhanna Oddsdóttir. Aftur, ég bið starfsfólk og þá sem þurfa að vinna þetta afsökunar á þessum fyrirspurningum, en ég held að það komi sér vel fyrir okkur öll. Takk. Já, kæra þakki fyrir þetta. Nú, forseti vill aðeins að koma upp undir máli 2, félagslegt húsnæði, eignasafn, biðlista og biðtími eftir úthlutun. Við ræddum þetta ágætlega í bæjarráði þegar við fórum yfir húsnæðisáætlun Reykjanesbær núna fyrir nokkrum 50 dögum síðan. En Reykjanesbær með tiltölulega stórt eignasafn af félagslegum íbúðum. En alls að ræða 215 félagslegar íbúðir, 94 leiguíbúðir fyrir eldri borgara, 41 búseturéttar íbúðir og 20 sértæk búsetúrræði. Þrátt fyrir að vera með 215 félagslegar íbúðir biðlistinn eftir þeim hjá sveitarfélaginu tæplega 200. Og þarna þurfum við að rýna tölurnar og huga að samsetningunni og við vitum það að við erum láglaunasvæði. En við þurfum líka að gæta þess að íbúðirnir okkar sé ekki að bíða eftir félagslegu húsnæði sveitarfélagsins vegna þess að leigumarkaðurinn sé orðinn of dýr. En fólk þarf að eiga náttúrulega fyrir leigu og uppihaldi. Forseti telur það bara gott, en það vinna í gangi sem að við vorum búin að óska eftir í bæjarráði eftir þetta fína samtal varðandi húsnæðisáætlunina, að kanna hvernig þessi úrræði væru og einnig úthlutunarreglunar. Og þetta eitthvað sem við fáum það bara formleg svör við og það gott. Út af því að við þurfum að rýna hvað við erum að gera og ef það of stuttur tími með við alla aðra, þá það eitthvað sem við þurfum að skoða. Því við vitum það alveg að þótt að við myndum byggja hér á morgun 200 nýjar íbúðir, þá myndi biðlistinn aldrei hverfa að fullu, það kæmi fleiri inn. Og þetta líkt og bæjarfulltrúi Aðalheiður Hilmarsdóttir kom inn á áðan með fjárhagsaðstoðina. Þetta úrræði sem að fólk vill eflaust festast oft í. Ekkert að þeirra sjálfstæðum heldur, þetta bara eitthvað sem að gerist og þá þurfum við að vera mjög öflug sem sveitarfélög einmitt með eins og í úrræðinu sem að bæjarfulltrúi Aðalheiður Hilmarsdóttir var að tala áðan, að aðstoða fólk að koma sér á fætur aftur og líka til þess að halda flæðinu í kerfinu. Þannig að þetta bara fínt, þessi vinna nú þegar í gangi og forseti man rétt þá verið að rýna líka úthlutunarreglur sveitarfélagsins. Þannig að við ættum að eiga bara handgóðar upplýsingar þetta. Nú orðið laust fundargerð velferðarráðs. Hér hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs þeir sem geta samþykkt fundargerðina með staðskjöfumerki. Og hér fær forseti allar hendur á loft, kærar þakkir fyrir það. Nú, kæru bæjarfulltrúar, þá erum við komin að 7. og síðasta málinu á dagskrá kvöldsins og það fundargerð menntaráðs frá 14. mars síðastliðnum og orðið laust þá fundargerð og Sverrir Bergmann Magnússon hefur beðið hér orðið. Gjörðu svo. Virðulegi forseti, ég kem hér upp undir fundargerð menntaráðs frá 14. mars síðastliðnum. Ég ætla að fara þar lauslega við nokkuð mál og byrja þar á máli 2, friðheimar, en sviðstjóri menntasviðs og grunnskólafulltrúi lögðu fram minnisblað varðandi stöðu mála í friðheimum, en minnisblaðið lýsir jákvæðum áhrifum námsúrræðis fyrir börn í leita að alþjóðlegri vernd og hvernig Reykjanesbær hefur stuðlað að farsælli aðlögun þeirra að íslensku skólakerfi. Frá því að úrræðið hófst haustið 2023 hafa 150 börn notið þess, en í dag eru 40 nemendur skráðir. Nú, námsúrræðið hefur skapað mikla sérþekkingu á því hvernig best að styðja þennan hóp barna með áherslu á einstaklingsmiðaða kennslu í íslensku, stærðfræði, íþróttum og list- og verkgreinum.
Þrátt fyrir að núverandi samningur við Vinnumálastofnun verði ekki endurnýjaður hefur Reykjanesbær fengið boð að halda starfseminni áfram í núverandi húsnæði út skólaárið 2025 til 2026 án endurgjalds. En þetta sýnir einmitt mikilvægi og gildi verkefnisins sem stuðlar að jöfnum tækifærum í menntun fyrir öll börn í samfélaginu. Svo vil ég fara hérna bara lauslega yfir mál 4 en sviðsstjóri menntasviðs kynnti mælaborð ársskýrslu menntasviðs fyrir árið 2024. Á árinu 2024 var áfram unnið að eflingu skólastarfs í Reykjanesbæ en menntasviðið stærsta svið sveitarfélagsins lagði áherslu á faglegt skólastarf, nýsköpun og umbætur og innviðum. Fjárfest var í nýjum leikskólum, endurbótum og skólalóðum og íþróttamannvirkjum auk annarra verkefna. Nú staða á leikskólamálum en leikskólafulltrúi Reykjanesbæjar fór yfir stöðu innritunar í leikskólum Reykjanesbæjar. Innritun fyrir skólaárið 2025 til 2026 hefur gengið vel og flesti foreldrar fengu boð leikskólapláss í byrjun mars. Stærsti hópurinn sem fær leikskólapláss fyrir börn fædd árið 2023 en einnig unnið að úthlutun fyrir börn fædd seint á árinu sem enn bíða eftir plássi eða vilja skipta leikskóla. Í dag hefja börn leikskólagöngu á því ári sem þau verða 2 ára en unnið hefur verið að því að færa aldurinn niður í 18 mánuði. Þegar að nýju leikskólarnir, Aspalaut og Drekadalur verða komnir í fullan rekstur mun skapa svigrúm til að færast nær eða jafnvel ná því markmiði. Og svo vil ég fara í lokamáli, það er 7. mál. Aðstaða tónlistarskóla í grunnskólum en sviðsstjóri menntasviðs fór yfir upplýsingar aðstöðu fyrir tónlistarskólan í grunnskólum Reykjanesbæjar. Og eitthvað hefur verið það að sú aðstaða sem að tónlistarskólinn hefur haft í grunnskólum Reykjanesbæjar hefur minnkað vegna húsnæðisvanda og því vill menntaráð leggja sérstaka áherslu á að fundi sér lausn innan grunnskólana til framtíðar svo að einkakennsla kennara tónlistarskólans sem og önnur tónlistarkennsla geti haldið áfram þar í samstarfi tónlistarskólans og grunnskólana. Takk fyrir. Kæra þakki fyrir þetta. Fundargerðin er hér opin til umræðu. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðust þeir sem samþykkt geta fundargerð menntaráðs frá 14. mars vinsamlegast gefið þess merki og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú kæru bæjarfulltrúar, nú hefur formlegri dagskrá bæjarstjórnar verið hér tæmd. Innilega þakki fyrir góðan og upplýsandi fund eins og ávallt. En fundargerð bæjarstjórnar verður undirrituð rafrænt og lýsi ég því hér bæjarstjórnarfundi Reykjanesbæjar nr. 693 hér slitið.